Bara góðan daginn og ég heiti Ásgeir Þór Hallgrímsson. Tók að mér að smíða, hanna og smíða sjálfvirkan gjafabúnað fyrir sauðfjárbú. Sjálfsagt eins og flestir kannast við sauðfjárbú þá þetta yfirleitt bara venjulegir garðar sem að fólk gefur í að sauðfjárbóndinn gefur í 2 sinnum á dag. En fyrir nokkrum árum fór svolítið að bera á því að þeir voru með svona gjafagrindur og farið var að selja svoleiðis á Íslandi. Við byrjum bara á því hvað gjafagrindabúnaður. Gjafagrind þegar áplás ána eða fésins takmarkað og þær komast ekki allar til að éta í einu, en heilir samt stöðugt fyrir þeim. Það þá í rauninni þannig að þær komast kannski bara 1/3 af rollunum að til að éta í einu, en það samt heimagn fyrir 3 til 4 daga í grindinni. Og þannig virkar þetta og já, hérna ég síðan með svona eina mynd sem heima hjá mér af gjafagrindinni. Þetta bara svona hefðbundin gjafagrind sem horft eftir ganginum, það sem ég sett niður. Og til þess að gjafagrindur virki, þá verða þær að vera með svokallaðri hæðarstillingu. Féð má ekki fá aðgang að öllu heyinu í einu, heldur verður að stjórna því þannig að nýting heysins verði sem best. Og hæðarstillingunni í dag á hvaða gjafagrind sem þú verslar út í búð eða smíðar framkvæmt með höndunum af bóndanum sjálfum og það var rauninni það sem ég vildi leysa af hólmi. Hvað sjálfvirkur gjafabúnaður? Það að setja ein rúlla stórbæki, bara hvaða hey sem í gjafagrindina sem endast á í að meðaltali 3 til 4 daga. Það misjandi eftir hvaða rúllur stórar. Og sjálfvirkur gjafabúnaðurinn felur í sér stýring sem skammtar féðinu þá heyið jafnt yfir þessa daga. Þannig að ef þú gefur fyrsta daginn og þá ætti sjálfvirkur gjafabúnaðurinn að sjá næstu 2 til 3 daga án þess að þú gerir nokkuð. Verkefnið felst í hönnun gjafabúnaðar og ég ákvað að smíða einnig módel sem stendur hérna á borðinu sem eins og af gjafagrindinni í sveitinni á mér. Forritun iðntölu, það eiginlega aðalmálið í þessu að iðntalan stjórnar þessu. Hönnun rafbúnaðar, skýrslu og kynningu. Markmið mitt í þessu verkefni var að hafa þetta bæði einfalt og ódýrt. Bændur ekkert voðalega gáfað samfélag. Það bara hreint þannig. Og þeir ekki heldur ríkir ekki sauðfjárbóndinn, þannig að það var að hafa þetta ódýrt. Og þetta verður að vera traust bæði fyrir menn og dýr því að þú að fara frá þessu. Þú vilt geta sleppt í að koma í fjárhúsin 2-3 daga og vilt ekki að rollaðinn sé á milli eða barnið sem lappar í fjárhúsið. Og það þarf einnig að vera vel hannað og stakkbúið til þess að koma móts við hættur og erfiðleika og það aðalega rafmagnsleysi sem í svona. En þetta 24 V kerfi svo ég búinn að hugsa mér að það væri hægt að vera með rafgeyma sem svona backup, gæti keyrt kerfið í ég veit ekki, hálfan dag, ég veit ekki alveg. Bara meðan rafmagnslaust og það ég veit ekki rafmagnslaust í meira en 1 dag, vonandi ekki. Ávinningur, það að minnka vinnu og álag bóndans. Það verður svona öðruvísi vinna. Þarf ekki eins mikið að vera við, koma í fjárhúsin kannski bara, það skiptir ekki máli hvernig þú kemur í fjárhúsin dags, kvöldi eða morgni. Og þú þarf ekki að lyfta neina sem bóndi. Þú þarf bara að koma og horfa og sjá að það allt í lagi. Já, einhver sveigjanleika starfsumhverfi, hann getur lyftur að gera eitthvað annað, vinna með búinu til dæmis. Og já, auka fóðuröryggi fyrir kindurnar, það að fái bara jafna fóðurum allan sólarhringinn. Og koma á móts við að við féð með fóðurum með tilliti til aldurs og tímabila í fóðurum. Það svona að fullorðna rollan þarf kannski meira hey heldur en svo sem yngri og eitthvað svoleiðis. Og einnig hægt að búa til mismunandi forrit í iðntöluna, haustforrit, vetrarforrit, sem að keyrir þá mismikla fóðurinn í rolluna hverju sinni. Það náttúrulega fyrir mikil kostur. Aðalbúnaðarstýringarnar, það bara iðntölan sem að stjórnar öllu og gerir allt og hún sér bara eiginlega bara allt.
Og síðan það rafmagnstakkur sem að sér vinnuna. Hann sér sem sagt að hífa búnaðinn. Eða hífa það síðan. Og þetta svona, hefðbundinn rafmagnstjakkur. Þetta bara rafmagnsmótor hennar. Og hann keyrir afl sitt yfir í gír. Og þetta bara sníill sem fer inn eða út. Ekki mjög flókið. Þetta dálítið dýrbúnaður, en það svona fer eftir í hvort að menn flytja þetta inn eða kaupa þetta á Íslandi. Það einnig mjög miklu möguleikar í þessum tjakk. Hann með endastoppum sem eru færanleg, getur stillt þau. Hann með feedback möguleika, getur sagt þér hvar hann kominn, hvað langt hann kominn. Og leið og hann segja hvað langt hann kominn, þá segja hann hversu langt hann kominn í sjálfri gjöfinni. Þannig að það mjög mikill kostur. Einnig blakki og annar vígbúnaður sem sjáum að ég fara að vinna rafmagnsverkins í gjafagrindina. Sumir kannski finnst þetta frekar flókið að vera með einhvern vígbúnað, en hann eiginlega valinn af örygginu og hagkvæmninni. Ef ég ekki með vírbúnað þá þyrfti ég að vera með 4 tjakka við hverja grind, en í staðinn get ég verið með 1. Og einnig ef að verður rolla á milli, þegar kerfið að láta síga, að þá slaknar bara á vírunum, en tjakkurinn hefur ekki möguleika á því að ýta á eftir, sem að verði þá verra fyrir rolluna. Og síðan það bara stjórnborðsbóndan sem með öllum ráðum til þess að færa upp og niður. Og þetta, sést kannski svolítið illa. Þessi mynd sýnir eiginlega svolítið mikið. Hérna ég með rafmagnstakinn og hérna myndi heyið liggja. Hann færir vinnu sína yfir í, þetta spottar hérna, þetta vírar eiga að vera. Og ef við förum hérna þá fer það bara í blökk og niður í átblásið. Til þess að geta haft 1 tjakk þá þurfti ég að hafa blökk sem stefnubreytt í vírnum hérna til að fara yfir í átblásið hinum megin. Það til þess að ná réttu, þannig að þetta fari rétt upp, þannig að þetta þvingist ekki og festist. Á hornunum hérna niðri, festingunum, ætla ég að hafa Skjóthorður og snaróður. Skjóthorður og snaróður. Þá komið að því að ég tekið það saman vinnubónda. Þetta svona vinnabónda sem bara með garða í sínum fjárhúsum, bara eins og flest allir með. Og þá gefa bændur að meðaltali allavega hérna á Norðurlandi frá nóvember og fram í lok maí, það eitthvað svona skemmtimörk að því. Það gerir cirka 212 daga og ef það gerir 2 dag þá það 424 gjafir á ári. Og ég man ekki alveg hvað áætlað á rolluna á dag, en þetta býst mörg kíló og þú þarft að bera þetta eða íta þessu, hvað sem Og ég bjóð til svona smá plan og þetta bara efstir mánudagur og þetta bara vikan. Og þannig hann gefur bara alla daga, á morgnana og kvöldin og það besta gjöfin. Þú átt að láta líða svona viss langt á milli sem þú gefur. Það fóðurum þetta hljóð. Þarna ertu rauninni, bara bundin alla daga. Næst tók ég vinnusparnað bara með gjafagrind, semst ekki með búnaðinn sem ég búinn að hanna. Þá bara gefið 3 til 4 dag, sem gerir þá 70 daga. En það þarf alltaf að vera að eiga eitthvað við gjafagrindina, lækkana eða eitthvað að færa hana til á þessum hinum 140 dögum. Þannig að, þú gefur hana á mánudegi, sem efst, og síðan þarf þetta alltaf að koma helst svona fyrir hádegi, hina 2 dagana. Þannig að þetta rauninni, þú ert bundin ennþá þáttur og sért með gjafagrind. Síðan ef þú ert eins og að koma með svona sjálfvirkan gjafabúnað, þá sama gjöf, þú gefur 70 daga á ári, eða 3 til 4 hver dag. En búnaðurinn sæi að skammta heyið alla hina 140 dagana, þannig að það ertu komið með 140 daga sem þú getur nýtt í eitthvað annað. Þá þetta bara svona, þú gefur á mánudegi, þá 3. og miðvikudaginn bara alveg frí. Þú getur ráðið hvort þú farir í fjárhúsin, maður kannski ekki með því að sleppa því, en það hvenær sem dags, ef þú ert með sjálfbrenningu, þá fyrir bara leikið alveg svona. Það rauninni bara búið. Endilega kíkja á mótili ef þið skilduð þetta ekki nú vel bara. Spurningar?
Hver er kostnaður við svona, hvað ég að segja, 500 rollu? 500 bú? Já. Sko, það er verið að selja svona gjafagrindur án svona búnað á svona 250.000 til 300.000 í dag. Það er fyrir svona 60 rollur grindin, eitthvað cirka. Því fleiri rollur því færri daga endist hegir bara. Ég reikna með því að ég væri til að geta búið til fyrir svona 60 rollur grind fyrir 450.000. Bæta við 150 skall á grindina. Já, myndur þá smíða grindina alveg sjálfur? Já, með búnaðinum. Með búnaðinum? Þú selur bara grind sem er fyrir eina rúllu, bara með búnaði og öllu. Já. Og þú kaupir fyrstu grindina kannski á 450.000 með rafstýribúnaðinum, inntölu og fleira. Og síðan þú kaupir næstu þá þarftu ekki að kaupa inntöluna, þannig að þá kostar næstu fjórar kannski minna heldur en fyrsta. Þannig að stórkostnaðurinn er meiri. En þessar gjafagrindir sem eru núna, sem sagt, hvað er það, handvirkar, ekki sant? Í rauninni, jú. Já. Var þetta að koma þínum búnaði fyrir á þeim? Það eru margir bændur með svona búnað, en þessar sem þú kaupir, þær eru aðeins öðruvísi. Það er kannski aðeins flóknara að gera. Gengi ekki svona vel? Já, ég þyrfti alltaf að hanna þetta svona aðeins betur. Já. Nota sömu virkni samt sem að. Þau eru fyrir. Það verður hérna á eftir, þá verða strákarnir sem með kynninguna hérna með verkefnin sín og þið getið komið og spjallað við þá og sé það sem hefur verið smíðað. Það er líka frammi á Vésteindardeild hlutir sem eru það stórir, þið komist ekki hingað inn.